Ég á þriðja ári í hljóðfærismum og ég var fyrir bara með málning, með smá áherslu á filmmyndir, var svo með strengi og slagverkshljóðfæri. Og það breytti svo slatta en það í rauninni þetta hafði alltaf komið mjög öðruvísi út ef ég hafði bara verið að semja þetta frá grunni. Þannig að maður fær kannski aðrar hugmyndir en þetta lag kannski slatta. Byrjaði sem ég spilaði inn í Kalmar og einhverja mál þríhljóma og var svo með áherslu á fimmindum og svona individualism í oh my god, hvað er þetta? Í polyphony og svo ég eiginlega notaði þetta sem tækifæri til þess að æfa mig í hljóðhönnun og búa til hljóð. Þannig svona 95% af þessu eru bara hljóð sem ég bjó til sjálfur og that's about it. Komið hjá. But first you're going to yeah. So in Kalmas, I chose to do the individual polyphonic composition, and I had my harmony based on thirds, and it was a modal scale, and then I played a melody, and it generated something based on that. Yes.
Okay. Yes. So, tell you about the first song out of the 4. It was a song I made using Phrygian scale. Am I saying that right? Phrygian scale, like West European type stuff. It was a homophony, polyphony type. Based the harmony on seconds. I think you mentioned at some point that was like sort of a scary harmony type, which I was kind terror of films. yeah. But it ended up it didn't end up being very scary. But then like the instrumentation was based on woodwinds. And the orchestration was percussion. But then I put it into GarageBand and changed around the instruments a bunch, but I kept some of the original ones. Added some like synthesizers. Iris, hún að læra kvikmyndagerð. Og tónlistin sem ég gerði er sett með kvikmyndagerð í huga, en þetta er svona svolítið klassískt, ég taka bara hljómið. Svolítið svona klassískari nálgun frekar en listræn. En þetta er í 4 köflum og fyrsti kaflinn er pínu svona innblástur úr tónlistinni úr Bridgerton sem er svolítið skemmtilegt. Kafli nr. 2 er svona hryllings og 3. er tónlist sem ég langar að halda áfram að útsetja fyrir mína eigin mynd og svo ætla ég að pása fyrir 4. kaflinn hjá hana aðeins öðruvísi.